Jæja, komið þið sæl, pipar, chili-gæðingar, pipar, sterkkerar, piparkerar. Ekki til eitthvað orðið við fólk sem hefur gaman að borða sterkan mat? Jæja, en það komin 5. des, laugardagur. Ég aðeins seinna á ferðinni að taka þetta upp heldur en venjulega því að nú börnin heima, enginn í skóla en svoleiðis, þannig að ég hef ekki getað nota þennan tíma hérna eldsneið með morgunin. En hérna, við ætlum að kíkja hvað leynist bak við glugga nr. 5. En áður en ég smakka þetta, þá langar mig að biðla til ykkar. Ef þið vitið einhvern annan sem að gera svona eitthvað svipað, eða aðra, skellið endilega hlekku eða upplýsingum fyrir mig í kommentum niðan, því mér langar svolítið að fylgjast með fleirum sem að gera þetta. Ég hef fundið eitthvað af fólki erlendis og það mjög gaman að bera saman viðbrögð og svona hjá fólki. Virkilega mæli með þessu ef fólk svolítið piparkeri í sér að prófa fullt seint að benda fólki á að prófa þetta núna. Ég held að mánuðum þetta byrjar og ég held að faktísi að dagatalið sé uppselt frá framleiðanda, en það óbúslega gaman að smakka svona sterkan mat. Og ég hef smakkað, það skemmtilega hlutir aðrir frá Chili Claus, til dæmis svona rúllettupoki, það sem með kúlum af mismunandi styrkleika, þú veist aldrei hvað þú færð. Og ég held að sé pottþétt að kaupa það inn á síðunni hjá matamönnum, mæli með að fólk kíki þangað. Þeir eru með meira úrval af dóti frá Chili Claus. Kjörin jólagjöf fyrir sterk kera eða bara fyrir sjálfan sig. En við skulum allavega bara dembum okkur í þetta. Gluggi 5. Í gær var þetta sterkt. Þannig að ég að skjóta á það að við séum í rússíbarnum upp og niður. Skjótna þetta, frekar fyrir daginn. Heyrðu, við erum aftur að horfa á kúlur. Já, hérna. Það eru aftur kúlur. Það líta grófar út. Jó, ég finn svona eitthvað pínlítið í nefinu, sko. Prófum þetta. Ég var spurður í gær hvort ég hef bara borðað aðra kúluna. Það sást ekki alveg fyrir hendina á mér, en ég hef sjálfsögðu borðað alltaf alla pakkan í einu. Here goes. Já. Mjög bara bragðið. Eins og alltaf. Finn ég pínu sterkt. Ekkert crazy samt, sko. Jó, núna kemur þetta svona aðeins niður svona í verunda. Það minnir mér svolítið á 9. Mér finnst það samt ekki hann sterkt. Síður aðeins minnir núna. Þú hegst þig. Og svo oppi. Það sætti gerfið í gang. Annar hegsti, þannig að það einhver pipartegundir sem veldur svona krampaviðbrögð með að fara að hegsta. Svona svíðum undir tungunni og ég hegsta út í eitt. Þetta var gott. Það merkilegt fyrir þá sem ekkert að smakka svona mismunandi hluti. Ég engin sérfræðingur, sko, en fyrir þá sem ekki að smakka mismunandi hluti, þá áttar fólk sig ekki á því að það ekki bara sterkt. Það svona mismunandi auka áhrif sem fylgja þessum mismunandi pipartegundum. Og sumar hafa allavega þessi áhrif að maður byrjar að hiksta. Svitna aðeins, þó að það sé fimbulguldi úti. Svíður undir tungunni. Þetta er gott, ég með svona smá fjarlægar skinnunarbrenglun. Svíður allt svona, láta þetta ganga aðeins, sjáum hvort það hvort það breytist, nú svíðum ennþá meira undir tungunni. Ég ætla að kíkja hvað þetta var. Númer 5. Chili Balls Windforce 15. Þetta á að vera toppurinn á skalanum. Kíkjum á hvað það er. 15. Apocalypse. Anything can happen. Stay away from high places where you might consider throwing yourself from. Það við það. Og jú, það ágerist aðeins. Ég finn þetta sem ég finn stundum með svona mjög sterku, að ég mynda svona pínu
hvað ég segja, ofskynjanir eða svona skynjana brenglun, það er að segja fjarlæga skinnið verður svona pínu brenglað. Svitnaði meira. Nú finnst mér þetta að það voru að minnka. Nei, ég ætla ekki að brenna á tungunni, því að tungan svíður. Kaffibóllinn ekki bóllinn í maður. Herri, þetta var það hæsta á skalanum, hins vegar skulum við ekki örvænta, því að hérna það sem að hauskúpan er upp í vinstra horninu, það stendur, warning, if you find a skull, please call a grown-up. Behind this door, you'll find a serious treat, a snack so hot, it breaks any scale. Þannig að, við skulum gera ráð fyrir því að við eigum eftir að fá eitthvað ennþá sterkara. Já, ég held að áhrifin sé að dofna hjá mér núna. Þetta var ljómandi gott, sterkt, en 15 var ekki kannski að hafa alveg sömu súper áhrif á mig eins og ég hefði búist við. Við ætlum að sjá hann á morgun.